Já, verið velkomin í Game TV. Þetta liðurinn þar sem við spjöllum og spilum komið með 2 góða gesti í sófan. Það Óli Gunnar og Arnór, aðalleikarar úr sýningunni fyrsta skiptið sem núna sýnd í fucking shit. Gert í Gaflararleikhúsinu í Hafnarfirði og við ætlum að spila þetta Call of Duty eða Zombies. Við erum hérna fyrir svaðalegu Gladiator-dóti og aðeins ég í annað skipti að detta út. Þetta rosalegt. Við erum í level 3 fyrir það sem eru áhugasamir sko. Level 3, hvað fyrir hvenær misti ég að level 1 og 2 eða? Dóst einhvers staðar þar sko. Ekki gott sko, þetta eins og bara að vera að draga eftir gamla mann sko. Þeir eru mjög svekktir út í mig. Hvernig revive ég? Heldur henni í kassa? Það er fullt af zombies hérna og allt. Fucking Þetta lítur illa út sko, þeir eru strax farnir að skilja mig eftir. Þetta byrjar ekki vel. Ég er að revive. Já, vel gert, vel gert. En þeir eru sem konur hérna og við ætlum aðeins að fara yfir sýninguna sem þeir eru að taka þátt í núna. Sem er í Gaflararleikhúsinu, miðar á tix.is. Tix.is, vel gert. Ég fór nú á sýninguna núna í gær. Já. Þetta er stórkostleg sýning, ég verð að segja það. Ég var mjög ánægður með þetta. Já, þakka þér. Hvað hérna getið þið nú sagt mér bara í stuttu máli frá sýningunni? Sýningin heitir eins og sagðir fyrsta skipti. Já. Og er eins og fólk gæti kannski giskað á, fyrstu skipti. Já, bara alls kyns fyrstu skipti. Já, algjörlega. Bara til dæmis fyrsta koss og fyrsta date. Fyrsta kynlíf. Já, nákvæmlega. Og eru þið búin að fara í gegnum þetta allt eða? Já, svona flest allavega. En við tökum líka hérna... Herru, hver datt niður? Það sem er eiginlega aðeinslegt við sem leikum í sýningunni og skrifum hana saman. Við erum öllum uppfyllt af ólíkum reynslusögum og bara oh my god að ég er að deyja! Herru, ok, ég verð að lifa af randi til þess að bjarga okkur, greinilega. Og býttu, er sýningin þá sem bara byggð á ykkar reynslusögum? Já, okkar og vinum okkar. Og þess má geta að þetta eru allt saman sannar sögur. Þannig bara þetta er alveg based on a true story? Þetta er based on a true sko og svo kryddum við hér og þar, ég skal alveg viðurkenna það. Við þurftum að búa til senur úr þessu og það er mikið svona viðlíkingum, eða svona, þú veist, myndlíkingum. Já, einmitt. Já, mér finnst það, já. Ef við eigum að, Við túlkum til dæmis sleik í svona ákveðnum dansi milli tveggja tungna. Það var mjög athyglisvert. Shotgun, yes! Þannig að þið gerir þetta einmitt mjög smekklega þegar það farið gegnum svona atriði sem eru, þú veist, fyrsta kynlífsreynslan eða eitthvað svona. Já, einmitt. Það setja þetta upp með þessum svona skemmtilega hætti. Við hugsaum einmitt að við vildum gera þetta svona fyrir sko, þú veist, þannig að fjöllan gæti eiginlega mætt á þetta. Það er alveg óþarfið að einhver þurfti endilega að rífa sig úr ofan eða eitthvað í sýningunni eða einhverju sem það, þú veist, já, það fari eitthvað yfir strikið á þann hátt. Nákvæmlega. Já, ég verð að viðurkenna það, ég var náttúrulega elsti maður í salnum. Og það er mjög víða, ekki bara þarna. Þannig að þú veist, ég skemmti konunglega og það voru þarna fleiri foreldrar og mikið ungu fólki. Já, einmitt. Og fólk var náttúrulega bara að missa sig bæði, hló mikið og þú veist, og fólk var að skemmta sig mjög vel. Já, það var mjög skemmtileg sýning reyndar í gær. Já. Það var mikið dálítið rugl og svona... Já, ég var var við það. Það gerist ekki oft, en á og til að gerast. Já. En því var líka leyft þá bara að gerast. Það var mjög gott líka. Það er dálítið svona, þú veist, held ég út af því að sýningin fjallar það, þú veist, mistök, þú veist, það er svona það sem við tökum á umfjöllunarefni. Við tökum á því átt að við tökum að það er alltaf að gera mistök og að það þarf ekkert að endilega vera fullkomið og þess vegna okkur svona leifur hvor öðru að fara stundum út fyrir handritið og rugla og ruslapínu. Já, ég veist það bara heppnast mjög vel og maður sá líka bara hvaða góð stemming í leikarahópnum. Sem það gerir það verkum að það smitast vel til áhorfenda. En með svona boðskap í sýningunni, þetta fjallar þessi ýmsu fyrstu skipti, allt frá því að þú byrjar í sambandi, allt sem gerist í sambandi og svo sambandsslit og svo framvegis. Þú veist, hvað er svona boðskapurinn fyrst ykkur, eða hverju vildu þið koma á framfæri? Sko, fyrst og fremst vildu við bara koma því á framfæri að fyrsta skipti þitt er örugglega ekki að fara að vera fullkomið og það er allt í lagi og það er allt í lagi. Við tölum eiginlega sko, þú veist, þegar við fórum að opna okkur fyrstu skiptina sem var skemmtilegt fyrir. Já, ég get trúa því. Aðeins snæpur öðru og Hvað var það bara 3 tequila-skot og svo bara láta gera það? Það var einmitt bara kókaín og svo bara let's go. Nei, það var, ég man ennþá eftir því. Ég mætti með haglabyssu bara svo. Já, heyrðu, Nei, heyrðu, tígristýr. Það er rugglast. Já, heyrðu, þetta eru svona hundar eða svona, muni, eftir fyrsta Black Ops zombie
Já. En hvað segir ég, það hefði verið skemmtilegt þegar þið fóruð að svona fletta ofan af ykkar eigin. Já, og þegar við gerðum það, þá tókum við eftir því að öll höfðum við rosalega miklar væntingar við fyrst skiptinu sem var eiginlega til þess að við urðum öll fyrir mjög miklum vonbrigðum. Já, nákvæmlega. Og við vildum eiginlega ná einhvern veginn að koma í veg fyrir það, að það myndi gerast við einhvern annan. Nákvæmlega. Þessi myndi þá sjá sýninguna, að hann geti áttað sig á því að svona þessar Hollywood væntingar eru kannski ekkert endilega geta eiginlega ekki staðist. Nei, nákvæmlega. Já, mér fannst það líka, þú veist. Herri, by the way, strákar, ég var að summona Champion, við þurfum að drepa eitthvað svakalega hacks. Ég skil ekki hvað það segja, summona Champion, hvað varst að gera? Bara drepið risagæja með X-ina. Það er mjög mikilvægt. Er ég komið með... Ég með handsprengjur alltaf, herru, ég datt aðeins út. Herri, já, við komum að þetta hvað er að gera hérna, sérðu þið? Sjálfur. Þetta er hann, gæði með X-ina. Af hverju ég í pilsi? Getur einhver skýrt út fyrir mér? Ertu kona? Nei, gamall maður í pilsi, sko. Herri, þarna ertu komin. Herri, ég bara verð hérna að kemur fyrir í hóðinu. Nei, ok, ég er farin á fuck off! Nei, herri, farðu út báðir. Þetta er rosa. Herri, ég var að aktivita eitthvað svaka trapp. Af hverju, Champion, hvað gerir hann? Hann, sem sagt, við þurfum að drepa hann til þess að fá pakkapunchið, sko, einn daginn. En heyrðu, við vorum að tala, já, þú veist, fyrsta reynsla verður oft svona, þú veist, vonbrigða því við erum búin að sjá þetta fyrir okkur í einhverjum svaka hellingum. Gæðin við hérna þessi Champion, sko. Svo finnst mér líka við þetta, sko, því að þetta er náttúrulega svona oft reynsla sem átt yfirleitt, mjög svona intimate, ekki við mörgum, kannski. Nei, einmitt. Að þá einmitt heldur maður alltaf allir hinir séu geðveikt fullkomnir í því sem maður er að gera. Já, og sérstaklega sko vegna þess að við þorum ekkert endilega alltaf að tala um þetta. Nei, við erum ekkert að ræða þetta endilega, sko. Nei, einmitt. Og þess vegna eigum við til að vera með svona ranghugmyndir, svona, já, shit maður, þetta hlýtur að vera svona. Já. Og þess að ég gerði þetta en ekki þetta, þá hlýt ég að vera eitthvað gallaður, sko. Og eitthvað þannig. Og við viljum gjarnan koma í veg fyrir þennan glataða misskilning, sko, að það eigi að vera svona og svona. Þegar við komumst að því, einmitt, þegar við settumst niður og ræddum þetta í fyrsta skipti eftir þessi tequila-skot, þá komumst að því að við áttum, enginn átti eins fyrsta skipti, en við áttum öll sameiginlegt að það var ófullkomið innan gæsalappa. Ekki eins og við vorum að búast við. Nákvæmlega. Ég held að það sé bara mjög fáið sem lendi í bara einhverjum flugvöldasýningu. Nei, já, einmitt, nákvæmlega. Það er ekki fjölskyldupakki bara beint á loft, sko, í þessu. Eða þannig, ég meina nema þú sést bara eitthvað born natural. Já, en það kemur líka fyrir að það verður bara geðveikt og það er líka bara geggjað. En þú veist, bara hafðu í huga að það er ekki endilega case hjá öllum. Já, ég ætla að hafa því og ég hef allt eftir. Já, þrátt fyrir þinn ótrúlega háa aldur. Já, maður er bara að spara sig, sko. Já, og það er líka svo í lagi, við tölum líka um það í leikritinu. Já, reyndar að koma inn á það, ég djöfull tengdi ég þá. Já, nákvæmlega, varstu ekki gladur að heyra það þegar við sögðum það? Jú, ég stóð upp og sagði, ég er ekki einn. Já, þetta var mjög vandræðilegt. Já, þetta var mjög vandræðilegt. Er þetta ekki nördilega geimt? Jó, þetta er rosalegt, ég verði þetta bara, hvað er þetta, þriðja leikrit sem setjið sem stuð? Jú, þriðja leikrit sem við tveir tökum þátt í að skrifa í Gabbrarleikhúsinu. Það var með unglingurinn, það var árið 2013-14. Þá vorum við hvað, já, 14 og 15. Já, hún bara sló, var það ekki bara massa success það? Það var rosalega. Það heyrði bara allstaðar á úlingnum, komið DFT og allt það. Já, mitt það. Það var bara út um allt. Það var rugl með það, var algjörlega. Það er rosalega. Eiginlega mesta ruglið við þá sýningu að við komast upp með að sína hana komast til Kína. Já, ok. Og við sýndum hana í einhverju Tianjin International Children's Festival. Við erum báðir dauðir, sko. Já, ok. Já, fucking shit! Þetta er rosalegt. Mér fannst þess að ég að vera að standa, já, hrikalega. Já, þú varst klálega langverstur, sko. Já, við getum hent bara í annan, getum við hent í annan leik eða? Jú, við gerum það fyrir ykkur. En hvað segir hérna? Þetta var fyrsta skiptið og það var alls ekki fullkomið. Nákvæmlega, langt í fráreyndar. Já, og það er bara allt í lagi, Ólafur. Já, ég veit það. Takk. Þeim tekst að láta mig líða mjög vel, sko. Það er ekki margir sem gera það, sko, en þeir eru alveg góðir í því, sko. Bæði í leikhúsinu út í gær og bara núna. Við reynum. Já, þeir reynið. Herra, það var úrlingurinn. Og hvað fóruð til Kína? Við komumst til Kína með það. Það var rugl. Og lékuðu það bara á íslensku, eða? Herra, nei, við lékum reynda 20 mínútna bút úr leikritinu á ensku. Ok. Og sem, þú veist, skipti í raun og veru engu máli því að þau skildu jafn lítið í því og íslensku. Ok, það er rosalega. Það var eiginlega til þess að við ákváðum eiginlega að breyta sig bara í eitthvað svona túraðri. Mjög fysikal svona, einmitt. Mjög fysikal eitthvað. Og þá var það bara eitthvað svona, ok, wow. Það var mjög fyndið með þegar eitthvað bróðir minn sem er 6 árum eldri og var með smá skeggrót á tímanum og eitthvað, við eitthvað svona litlir úlingar. Hann var líka með sítt hár, sko, eitthvað. Hann fór með okkur
út til Kína og átt að vera svona leikstjórinn. Þú veist, að vera bara svona með okkur og svona, já, eitthvað, eldri aðilinn. Og það var einhvern veginn eftir sýningu þegar við vorum búin að sýna og við fórum eitthvað að Baxis og bara svona eitthvað þreyttir og vorum að fá okkur að drekka eitthvað og þá kemur upp á honum og bara eitthvað, herri, djöfull stóðst þú þig vel á sviðinu, maður? Og hann eitthvað svona, nei, ég er klárlega, nei, ég var ekki þarna, sko, ég er klárlega, 20 og eitthvað, sko. Þú veist, þetta er í 14 og eitthvað. Ég bara eitthvað, nei, sorry, ég var ekki á sviðinu, eitthvað. Og bara eitthvað, okay, it's okay, you all look alike, it's okay. Frábært, það er rosalega. Það var ótrúlega mikið ævintýri. En já, það er þetta mjög gott, það hefur verið sérstök allan reynsla að komast þangað. Já, algjörlega, og allur úlingurinn var bara mjög sérstök reynsla, sko, að henda í svona sýningu. Og einmitt, svo kom Stefán Rís, sem var líka í Gabriel-leikhúsinu. Allt þetta hefur bara verið leikstýrt af Björk Jakobsdóttur, sem er bara búin að vera gælan sem gerir þetta bara mögulegt, sko. Og hún er eiginlega stór þáttur í, sko, bara af hverju okkar sýningar eru eitthvað sérstök. Já, algjörlega. Og hefur á líka bara stóran hluta í þessari nýsýningun okkar fyrsta skipti. Og þá kemur það að þið bara hvernig hún sett upp og svona, og þú veist, og eða... Algjörlega, hún átti eiginlega hugmyndina á því að vilja setja upp sýningu þetta. Já. Og kalla okkur saman svona þennan hóp. Ok, mjög vel heppnað. Skemmtileg hvernig þú notir tæknina líka og tjaldið og svona, þannig að þetta er svona skemmtileg og lifandi sýning, sko. Það er einmitt. Það var hérna, ég finnst það mjög góð Snapchat-atriði, til dæmis. Ég finnst það mjög gott, það er líka bara sýnið, þú veist, rammar vel inn einmitt nákvæmlega hvernig þetta er, sko. Já. En tók eftir því, ég er búinn að drepa held í 3 eða 4 zombi, sko. Vel gert. Passið að nota núna, reynda að nota bara hnífinn í þessu rándi. Þú ert að hnífa á tvisvar, sko. Og þú vilt spara kúluna þínu fyrir þriðja. Það verður alveg gett. Svo þetta, búm, hnífinn í hnakkan. Og 2. Þú vil nefnilega sko fara inn og út fyrir hnífið, sko. Ég er bara að hnífa menn hérna alveg, sko. Já, Hvað, get ég drukkið eitthvað? Hvað segirðu? Drukkið eitthvað? Nei, ég ætti ekki að fara að hella í mig, ég er bara, hann er hættur að vera rastur. Ég er búinn að hnífa menn og gera allt. Já, vel gert. Búinn að hnífa mann á annan. Já, þannig að þetta er svona, hvað hérna, sem komið 3 þarna sem þið hafið tekið þátt í, er eitthvað svona fleiri á döfunni, eða hvað sýnir þetta lengi? Þetta verður, sko, núna erum við, akkurát núna eru hvað? Ég ætla að checka á tix.is, haldið mér lifandi á meðan ég gera það. Já, þú ert samt okkar sko MVP hérna sko. Já, bara halda okkur báðum lifandi á það. Eins gott að þið haldið mér lifandi. Já. Þetta er bara, LeBron er að fara í síman í miðjum leik og þið þurfum bara að skora einhverja þrista með hann. Ég er að hnífa. Herru, kjæstringi mín er að hristast á fullu. Já, þetta er auðvitað góð, þetta er með hana þarna, þú er anskot. Það er ekki drátt gert. Þið stóðu svo mjög illa í að velta mig. En hérna, sýningarna sem eru eftir núna, fyrir jól. Það eru 1, 2, 3, það eru 4 talsins. Ok. Og svo höldum við áfram eftir jól ef að miðasala leyfir og hérna, mig grunar það sterklega þar sem það er uppsett nánast á næstu 2 sýningar hjá okkur. Þannig að við ættum að halda áfram í bara janúar og svo bara eins lengi og þjóðin er til í að koma og horfa á okkur. Já, það er ekki bara, við verðum bara að fá rútur á þeim, bara fullar af úlingum og foreldrum og öllu, það var allir gott að þessu. Já, ég held það líka, sko. Já, ég mæli allavega sterklega með þessu. Æ, þú er svo góður. Þannig að, nei, ég skemmti mér bara svo vel, sko. Þetta er rosalega. Talandi hérna viðskipti, ég er að pæla. Manns, þetta er fyrsta skiptinu sem þú reitskvitaði. Reitskvitaði? Já, ég manni því. Nú, ok, hvað er með það? Það var í Football Manager. Í Football Manager? Já, ég var búinn að eiga langt og strangt tímabil. Já. Var komin í úrslitaleik og hérna, ég tapaði þetta, ég er náttúrulega með Tottenham sko, ég hef ekki einu sem vita að halda með alvöru liði. Nei, mitt. Og ég tapaði og ég held að það færi Lyklaborð og Mús bara, ekki kannski út gluggan en allavega í gluggan. Ég held að það með þess að komið sprunga í hann. Þannig að þetta maður ágjör að segja frá þessu. Þetta var ekki svona. Þetta er hliðin sem við sjáum ekki að þér. Nei, ég er að deyja. Ég er að segja eitthvað, ég hef ekki dáið einu sinni í þessu rándi. Já, vel gert. Let's go. Hvað, okkur förum ekki í kjallarann? Ég er ekki með skotfæri, sko. Já, hörru, hvar ert þú staddur? Hvar eru þið? Þú ert nefnir já. Þú ert hérna í Gladiator-dæminu. Já, eru þið konur eitthvað annað? Fyrst sem ég reitskvitaði. Já. Var þegar ég var að spila Lego Star Wars með bróðum. Nei, Lego Star Wars, þetta er verri saga. Við vorum komin loksins með nógu mikið pening til að kaupa dýrasta gæðin í leiknum sem er Darth Sidious. Já. Ok.
Herri, og komum hérna upp. Við vorum að rífast hver myndi fá að íta á takkan til að kaupa. Það þetta rosalegt. Og við sátum á rúminu og það var náttúrulega að snúra í hérna, þú veist, í tölvuna. Já. Í fjarstýringuna. Já. Komið hérna strákar, ég hérna, shotgunnið hérna á veggnum. Hvað? En það sem ég var að opna. Ok. Þú bara langt að Já, og hérna, og það var eiginlega, já, það var þegar hann vildi fá að kaupa hann og ég vildi líka fá að kaupa hann og við vorum að rífa sem fjarstýringuna. Og þegar ég rífa hana skyndilega svona til mín, þá tek ég líka tölvuna með mig. Nei, það þykkalegt. Og hún, sko, reyndar hún lifði af. Nú það? En ekki leikur. Nei! Nei! Og hvað hérna? Óguð. Rökk hann bara í eitthvað rugg í leikur? Nei, heyrðu! Hvað? Farðu! Þessi stórið þarna, þið mættu, heyrðu, hvað Já, ég summonaði hann, sorry með mig. Mér finnst mjög gaman að gera það. 2, 3, holy... Hvað, þetta bara svo, þú sést að hringi í vin hérna, þú er bara alltaf að tala um hvað þessi stóringur hérna. Hvað er hann? Ég er að fara að drepa hann alla. Ég er að fara að grænsa kringið hérna. Nei, heyrðu, eða ekki? Ég er að fara að drepa mig. Ég kom með stafinn minn núna, Prófa mig þetta inni, sko. Hérna, í rústunum. En hvað var svona fyrsta leikjartölun ykkar? Hvað voruð þið að vinna með fyrst? Fyrsta er sennilega PlayStation 1. Ég held ég var bara PlayStation 2 sko. Ok. Já, PlayStation 1, ég man voða lítið eftir því sko. PlayStation 1 leiki á PlayStation 2 þegar það var hægt. Já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað er það, bara Crash Bandicoot og Spyro? Já, Crash Bandicoot, Go-Kart leikurinn. Það var svona Mario Kart. Já, þá var þetta geggjaður. Einmitt. Þannig að þið voru að taka hann, já. Ég var einmitt í því, sko, fyrsti leikurinn sem ég man almennilega eftir að hafa spilað er hérna sennilega bara ætla að hafa ekki bara í alvörinu verið Ape Escape 2 á PlayStation 2 sem er jafnframt hérna uppáhaldsleikurinn minn ever og ég hef spilað á margar Sýren, það verður ekki betra, það er bara besta Finnir apar eitthvað að fíblast, þetta var algjört æði sko. Ég keipti hann á PlayStation 4 sko og bara keipti hann fyrir alvöru peninga daginn sko, til að sýna hvað mér þykir vænt um þennan leik sko. Herri, ég er dauður og það? Já, við erum að koma. Það er samt alveg stuðin í kringum mig sko, einhverjum kvikinu. Við reynum að redda þér. Ape Escape, það er langt sem ég heilt um að leik sko. Þetta er minn all-time favorite og ég vil örugglega aldrei finna neitt Þannig að segja það sé bara uppáhaldsleikurinn allar tíma bara einhvern? Ég myndi segja það og jafnframt fyrsti leikurinn sem ég man eftir að hafa spilað sko, af því að þetta er bara svo fyndinn leikur, hann er svo mikið rugl. Soundtrackið í þessum leik er fáránlega góð. Já, það er mjög gott. En þinn, er það svipað eða? Það er eitthvað PlayStation 1 eða? Já. Ég verði að sko, fyrsti leikurinn sem ég elskaði og er þar með örugglega bara uppáhaldsleikurinn minn. Er eitthvað allt önnur stund, það er Last of Us. Já, það er bara besti leikur sem hefur verið gerður sko. Ég verð að segja það, hann er geggjaður. Basically, hann er harkalega góður sko. Við spilum hann líka saman sko. Framhald á næsta ári sko og hann er rosalega sko, get ekki beðið. En Last of Us er enda kemur alltaf út, á það tíma það síðast leikur kom út rétt hérna áður en PlayStation 4. Já. Þannig að það kemur svona alveg í lokin. En hvernig leikir þú aðeins að spila bara dagstælega? Það er aðalega FIFA sko. Aðalega FIFA? Já, það er FIFA sem var einmitt fyrsta rage quitið mitt sko. Var það? Ég var sko pingulítill að taka svona karýrmátt. Ég var að þjálfa og var búinn að eiga erfitt tímabil með Liverpool sem er sko klúbburinn minn. Og svo er ég eitthvað kepp móti Chelsea, skilur. Og þú veist, bara eitthvað svona, ok, ég ætla að vinna. Og svo skoraði þér á mig úr aukaspyrnu á bara 90. mínútu og ég vissi ekki þarna á þessum tíma að tölvan gæti skorað úr aukaspyrnu. Þannig ég var ógeðslega brjálaður og svona sparka í borðið sem við hliðina á mig. Harkalega myndur og það. Fucking shit! Fucking tekið á mig trökk onni mig við þetta öskunni. Það er reikaðið að vera bara sjúkralega standbæ bara þegar maður gáði hóttið inn. Ok, ég er sveittur sko. Þannig að sparkaður borðið niður og... Ég sparkaði borðið við hliðina á mér, er brjálaður sko og hérna bara svona vasklas, bara stútsfullt af vatni, bara smallast á jörðina og ég bara eitthvað svona oh shit, mamma mun drepa mig eitthvað og bara ég svona sóperaðist upp bara mjög fljótt. Já, ég ekki trúið því maður, þetta er svakalt að lenda í þessum. En já, þetta er þess að þið eru samt svona dagfast brúður, er það ekki svona þannig, þið eru ekkert að brjálast alltaf við það? Nei, þetta var einmitt sko, þetta er bara eftir eins og þú segir sko, eftir strempið tímabil sko. Ég á það samt alveg til að reyta stundum þegar ég er að spila einn FIFA í karýrmátt. Þú veist, ef ég er veikur heima, þá byrja ég karýr í FIFA sko. Það er þegar ég tapum á einhverju rugli eins og fucking Arsenal. Skilur við? Það er ríkjald tapum. Stundum eins og tapaði ég eitthvað undanúrslitum fyrir FA Cup
4 sinnum í röð, ég rís alltaf þá. 4 sinnum í röð, og þetta er West Ham. Ég bara gat ekki unnið West Ham og það var bara, ég var brjálæður. Það er ekki orðin alveg snar geðveikur. Ég beit gat í púða eða. Já, ég þekki eitt sko, hann Bröstu gat í púða. Beit gat í púða. Ég held að hann kaupir sér bara stýripinna sko bara vikulega. Hann er alltaf sko, og þú veist, hann hefur náð að snúa sko stýripinna í sundur. Þetta er, ég hef aldrei tekist það sko. Ég hef reynt það margoft sko. Ég myndi aldrei þóra að gera það í rannsóknarstarfsemi, skilur við, bara því að, þú veist, þetta kostar sko. Það verður svo brjálað bara. Það er rosa. Elsku kallinn maður. Það er hægald að lenda í því. Æ, greið. En hvað er svo framöndan þegar þessu er lokið? Eru bara orðnir háðið þessu að skrifa leikrit og leika? Já, það er rauninni málið, sko. Sko, við erum að skrifa þetta núna. Svona, í framtíðinu er náttúrulega að fara í pröfu fyrir bara leiklistarháskóla. Já, ok, frábært. Hvað sem það verður hér á Íslandi eða úti, eða bara bæði, sko. Sá skóli sem maður vill taka með mér, skilur. Já, þið er fyllilega heima að tala. Guð minn almáttugur, ég keypti svona góð. Þannig að það er það sem hugurinn stefnir allavega í hjá okkur. Þetta er ríkalegt. Þannig að þið ætlaði að fara þangað vel og reyna fyrir ykkur. Já, meira þessu. Og núna erum við erum að skrifa bara núna sjónvarpsþætti sem vonandi verða veruleika. Já. Það er aldrei neitt bókað í þessum bransa. Nei, það er bara gaman. Þú veist, ég meina, ef þið reynið ekki, þá náttúrulega þá gerist það ekkert. En það er svona dagvinnan þessar myndir og svo erum við að sýna fyrsta skipti bara á fullu. Og við erum að berjast bara með öllum lífs- og sálarkröftum við okkar innri sjálfa að kaupa ekki Red Dead Redemption 2. Það er mikil mistök í þessu. Við vitum að við gætum ekki gert neitt annað en að spila hann, sko. Það er það sameiginlega það sem við gerðum, við vorum að skrifa þetta í sumar og við keyptum God of War. Já. Það var bara hættum við að skrifa. Það hættum við að skrifa. Við vildum meina bara, fuck, núna verðum við að klára þetta, við ætlum að halda áfram með lífið. Kratos og son, skilur við, þurfum að komast að þessu, skilur. En það getur verið næsta leikrit, þú veist kannski hvernig maður slíta sig frá tölvuleikjum. Já, einmitt. Ekki vera alveg fastur í þessu. Heimildamynd. Að rífa sig upp á skjánum. Já, nákvæmlega. En ef ég skrifa eftir að leikriti gamlinginn, þá er ég, þú veist, ég get verið svona source. Ég get komið hjá okkur og verið. Við tekkum það þér. Já, ég get verið mjög flottur. Já, það er nefnilega mjög slæma sko, svona úlningsár. Það hefur verið svona öruleikrit, ég hef bara verið á bókasafni að spila tölvuleiki eða eitthvað. Já. Það hefur verið bara svona 2-3 mínútur. Þá hefur fólk orðið leitt. Já, það var ekkert að gerast. Það var ríkalegt. Heyrðu, en hérna, við hvetjum fólk bara til að fara. Fyrsta skiptið, það eru nokkrar sýningar eftir núna. Einmitt. 4 eftir fyrir jól. 4 eftir fyrir jól, þannig að bara endilega skella ykkur frábært fyrir foreldra, unglinga og alla bara, eða ekki? Jú, bara alla sem að hafa einhvern tímann leitt hugana einhverju fyrsta skipti ever, sko. Það var þetta bara tilvalið fyrir þig. Miðasala á tix.is ef þú ert með nettengingu en svo getur líka hringt í leikhúsið ef þú ert þannig típa. Og ef ekki þá getur þú bara mætt og keypt miða. Mætt og keypt miða. Ef þú ert þannig típa. Sem er mjög ólíklegt, já. Já, það er bara engin undankomu leið. Nei, nákvæmlega. Þú verður að mæta. Og þú mætir ekki að koma heim til þín. Þannig virkar þetta en allan fyrst skiptið mælum með þessu algjörlega 5 stjörnur hérna frá Game TV. Fóru á þetta í gær. Rosalegt verk. Þannig að skellið ykkur endilega ef þið viljið skemmta ykkur verulega vel eina kvöldstund og líka rífa úlingana út úr símanum og koma og fara að gera eitthvað annað. Þessi kynslóð, það er geggjað. Nei, mér finnst það bara svo geggjað. Nei, mér finnst það bara geggjað. Er það ekki? Þá erum við steypumst alveg í glötun, sko. Já, nákvæmlega. En ég þakka bara kærlega fyrir komuna. Þetta var mjög gott og takk fyrir að halda í mig lífinu. Já, það er bara geggjað. Ég er bara mjög þakklátur fyrir bara öllum hliðum, sko. Já, við erum í þessu saman. Já, nákvæmlega. Þannig að við þakkum bara kærlega fyrir okkur.